Þá kom að 13. lið á dagskrá, verkefni nefnda og ráða og nú til umræðu velferðarmál. Til máls tekur formaður ráðsins, bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hér yfir það helsta sem velferðarráð hefur verið að vinna að, það sem af kjörtímabils og hvaða áskoranir í gangi. Í upphafi voru margir nýjir einstaklingar í ráðinu og formaði þar með talinn. Og fannst okkur því mikilvægt að kynna okkur starfsemi sviðsins vel og byrja við flestu okkar fundi með heimsókn og höfum nú náða heimsækja stóran hluta vinnustaða velferðarsviðs. Nú síðast kíktum við í Sólberg nýopna fjölskylduheimili en þangað einstaklega notalegt að koma. Í byrjun árs kom vilyrði frá ráðherra að styðja við fjölskylduhús hér á Akureyri til 2 ára og opnaði Sólberg í júní. Starfsemin fer vel af stað og veit ég að þeir sem hafa sótt þjónustuna eru mjög ánægðir með hana. Það er augljóst að úrræði sem þetta nauðsynlegt fyrir okkur hér á Norðurlandi og því afar brýnt að ríki komi áfram að því að styðja við starfsemina. Undanfarna mánuði hefur farið fram vinna hjá ríkinu við skipulag á þjónustu við börn með fjölþættan vanda og finnst mér afar brýnt að þessum málum verði komið í réttan farveg sem allra fyrst. Ætti Sólberg að passa vel inn í þá hugmyndavinnu og þrátt fyrir að ekki hafi verið búið að klára að fjármagna verkefnið að hendi ríkisins þegar var kosið á dögunum, bindi mikla vonu við að ný ríkisstjórn dragi ekki fæturnar í þessum máli heldur klári þá vinnu sem allra fyrst. Akureyrarbær rekur fyrirmynda barnaverndarþjónustu. Lengi höfum við þjónustu sveitarfélögin hér í kring en árið 2023 kom svo ósk frá Dalvíkurbyggð í kjölfar breytingana sem urðu á barnaverndarlöggjöfinni og gerði var samningur við þau í kjölfarið. Í byrjun árs 2024 kom svo beiðni frá sveitarfélögunum fyrir austan okkur og gengið var frá samningi við þau nú í vor. Samstarfið hefur gengið vel og erum við í dag að samþykkja nýjan samning þar sem öll þessi sveitarfélög fyrir utan Dalvík munu reka saman barnaverndarþjónustu Norðurlands eystra, þar sem Akureyrarbær áfram leiðandi sveitarfélag. Varðandi aðra samninga þá var gerður nýr uppfærður samningur á árinu við sveitarfélögin sem við höfum lengst verið í samstarfi við varðandi þjónustu við fatlað fólk og enn verið að vinna að ráðgjafa samningi við sömu sveitarfélög. Auðvitað hefði viljað að sú vinna væri lengra komin en raunin en vonandi fer það að klárast. Í allri þjónustu við fatlað fólk hafa kröfur verið að aukast eftirlit, gagnsæi og skipulag. Til að mæta þessum kröfum var unnin kröfulýsing fyrir öll heimili og stofnanir sem reknar eru í málaflokknum. Kröfulýsingar segja til þá lágmarksþjónustu sem veitt á hverjum stað og býr til umgjörð utan starfsemina. Eitt af því fyrsta sem ég sem nýr formaður ræddi við þáverandi sviðsstjóra var möguleikinn á að gera þjónustukönnun framboð á tómstundar- og íþróttastarfi fyrir fötluð börn. Könnunin hefur beðið þar sem verkefni Allir með hefur verið í þróun. Nú byrjar æfingar á vegum Þórs og Káa fyrir alla á aldrinum 6 til 16 ára. Mér finnst mikilvægt að reynsla komist á það verkefni áður en könnun send út, en ég býst þó við að hún fari í lofti í byrjun næsta árs. Mér heyrist verkefni Allir með fara vel af stað sem frábært og það mín von að hópurinn minni stækka á næstu mánuðum. Búið að gera 2 þjónustukannanir á árinu og svo 3. nú í undirbúningi. Okkur þykir mjög mikilvægt að minnst 2 kannanir séu framkvæmdar á hverju ári til að hægt sé að fylgja sem best með þeirri þjónustu sem við veitum. Í upphafi kjörtímabils óskaði ráðið eftir kortlagning á sárafátækt og í kjölfarið var reglum fjárhagsaðstoð breytt. Við sjáum að útgjöld fjárhagsaðstoðar hafa aukist töluvert þrátt fyrir að einstaklingum sem fá aðstoð hefur ekki fjölgað, svo það hefur þá augljóslega skilað sér til þeirra sem þurfa á að halda. Í byrjun næsta árs eðlilegt að skoða hvaða áhrif breytingarnar á reglunum hafa haft á þann hóp skjólstæðinga sem hafa fengið greiðslur vegna barna. Húsnæðismál stoð- og stuðningsþjónustunnar hafa verið í umræðinu síðan á síðasta kjörtímabili og hafa þau farið í nokkra hringi á þessu tímabili. En við vonandi að sjá fram að farsæla lendingu í þeim málum með frábæri niðurstöðu. En stefnt að því að starfsemin verði nýju húsnæði með heimahjúkrun og nýrri heilsugæslu. Samlegðaráhrifin mikil og myndi það henta starfseminni mjög vel að vera með þessum stofnunum í þjónustu. Nú bara vona að ríkið dragi ekki fæturnar í þeim málum og veit ég að Ásthildur minnir reglulega, eða vikulega á okkur og mun hún gera það áfram þar til þetta í höfn.
Hópur aldraðra stækkandi hópur og skiptir máli að þjónustan sé í samræmi við það. Starfið mjög faglegt og hefur verið að þróast síðastliðin ár í góðu samstarfi við heimahjúkrun. Á kjörtímabilinu höfum við verið í góðu samtali við hóp aðstandenda fólks með heilabilun en það sístækkandi hópur sem þyrfti meiri og samhæfðari þjónustu. Samtalið milli stuðningsþjónustunnar, heilsugæslunnar og heimahjúkrunar hefur verið meira en áður eftir að þessi umræða fór af stað. En það væri hins vegar mjög næs ef aðkoma Alzheimer-samtakana að þjónustu hér væri með sama hætti og á höfuðborgarsvæðinu. En í samtölum okkar við samtökin hefur það komið fram að það stendur ekki til í bráð. Húsnæðismál Lautarinnar hafa einnig verið í umræðinu lengi. Það mikill áhugi fyrir því að fjölskylduheimili flytjist inn í núverandi húsnæði Lautarinnar og því komin enn meiri pressa á að finna góða lausn í þeim málum. Þetta verkefni á borðum okkar og fer vonandi að klárast. Reglulega hefur það komið til tals að samnýta húsnæði með Grófinni, en Grófin hefur verið húsnæðisvandræðum í nokkuð tíma. En fyrir ári síðan fékk Grófin sinn fyrsta samning við Akureyrarbæ og samþykkti við samning fyrir næsta ár nú á dögunum. Það mikil þörf á að þróa velferðartæknina áfram og mikilvægt að við förum að taka næstu skref í þeim málum. Búið að auglýsa einu sinni eftir starfsmanni sem mun leiða vinnuna áfram en ekki tókst að ráða. Velferðartæknin undirstaða þess að þróa þjónustu við fólk til framtíðar og því mikilvægt að við förum að fá starfsmann í þau mál hjá okkur. Akureyri frumkvöðlasveitarfélag í farsæld barna og á velferðarsviði eru staðsettir málastjórar sem sinna annars og þriðja stigs farsældar málum á meðan skólarnir sinna fyrsta stigs þjónustu. Þjónustan komin á gott skrið og reynsla hingað til verið mjög góð. Í upphafi var gert ráð fyrir innleiðingu í 3 til 5 ár og þriðja ár nú að klárast. Fjármögnun frá ríkinu var tryggð fyrstu 3 árin og enn óljóst framhaldið, heyrist mér. Fyrir mér það mjög mikilvægt að verkefnið verði fjármagnað áfram þar sem verkefni af þessari stærð tekur mun lengri tíma en 3 ár að fullmótast. Móttaka flóttafólks hefur gengið mjög vel hjá okkur. Við erum með 300 flóttamenn og við því komin í þak á okkar samningi sem nú í gildi. Við erum með frábært starfsfólk sem að sinna þessu málaflokki mjög vel hjá okkur. Það það húsnæðismálin. Á kjörtímabilinu hafa húsnæðismál reglulega komið upp í umræðina. Biðlistin eftir félagslegu leiguhúsnæði hefur ekki verið jafn stuttur og hann í dag í mörg ár. Auðvitað getur staðan verið önnur eftir einhverja mánuði og þarf stöðugt að fylgjast með þróun hans. Við höfum útlitað óvenju mörgum íbúðum í ár en það hefur hins vegar tekið full langan tíma að mínu mati að standsetja íbúðurnar fyrir næstu leigjendur og hafa þær því staðið tómar í of langan tíma með tilheyrandi kostnaði. Ég mun fara í að skoða þessi mál frekar á næstunni. Það því miður tafir á að Hafnarstræti verið tekið í notkun eins og þið öll vitið en gert ráð fyrir að við fáum húsið afhent í lok febrúar og á að vera hægt að flytja þar inn í byrjun mars. Varðandi Nonnahagan sem næsti búsetukjarni sem mun rísa hér á Akureyri þá mun Þroskahjálp byggja 5 íbúða kjarna fyrir okkur og hönnun í gangi þessa mundir. 2 smáhýsi voru tekin í notkun í byrjun árs og skipulagsvinna hafin varðandi staðsetningu næstu húsa. En eins og við vitum mikilvægt að vandað sé til verka þegar fundin staðsetning fyrir húsnæði af þessu tagi. Fólki með fjölþættan vanda hefur fjölgað þó nokkuð síðustu árin og hefur þjónusta við þessa einstaklinga verið reglulega til umræðu hjá okkur. Hópurinn hefur ekki einungis stækkað síðustu árin, heldur hafa þjónustu þarfir hans aukist sem krefst meiri mannafla og meiri útgjalda. Það áhyggjuefni hversu auðvelt það að verða sér út öll þau fíkniefni sem í boði á markaðnum hér í bæ. Við höfum þegar fengið 3 íbúðir afhentar frá Brynju húsjóði í Dvergarholti og eigum við eftir að fá 2 til viðbótar sem vonandi verða afhentar á næstu vikum. En það íbúðir með þjónustu að hluta. Gert ráð fyrir að keypta verið 2 félagslegar eignir á almenna félagslega leigumarkaðinn á næstu árin en sennilega verður farið í sölu á einhverjum óhagkvæmum eignum á tímabilinu. Brynja og Bjarg halda áfram að koma inn á markaðinn með íbúðir sem létta á okkar biðlistum. Í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir stofnframlagi fyrir alltaf 20 íbúðum á ári en nú þegar eru komnar inn 51 eign. Við hefum viljað sjá öryggisvistun vera að rísa hér þessa mundir en ríkið afsakar sig með því að það sé ennþá
ekki búið að ákveða lagaramma í kringum þau mál, en vonandi fyrir eitthvað að skýrast í þessum málum. Ég held ég að þetta gott heita. Velferðarmálin eru mér alltaf kær og mikilvægt að við séum til staðar fyrir þá sem þurfa á að halda með þær lausnir sem eru hentugar hverju sinni fyrir hvern og einn. Það getur verið fín lína, hvenær við erum að ræna einstakling, þroska og sjálfstæði og hvenær við erum að gera eitthvað sem er nauðsynlegt að gera. Sem betur fer erum við með frábært starfsfólk á velferðarsviðinu sem vinnur sína vinnu af heilindum og hefur áratuga reynslu á að meta þörf einstaklinga fyrir þjónustu. Mér langar í lokin að þakka ráðinu, starfsfólki og sérstaklega sviðstjóra henni Línu fyrir frábært samstarf. Takk fyrir mig. Það er bæjarfulltrúi Hulda Elma Íslandsdóttir lokið máli sinni orðið laust. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Huldu Elmu kærlega fyrir að fjalla hérna málefni velferðarmála og líka bara forseta fyrir að setja það á dagskrá. Ég held að sé rosalega gagnlegt að við svona öðru hvoru horfum yfir sviðið, bæði förum yfir það sem hefur verið gert og það sem er framundan. Það er eiginlega svona nokkri þættir. Velferðarsvið, þetta er svo ofsalega umfangsmikið starf og ég svona í heildina litið er ofsalega ánægð og stolt með velferðarmálin hjá Akureyrarbæ og ég ætla bara bæði að sjálfsögðu held ég að sé náttúrulega stærsti hlutinn bæði þá ákvarðanir fjárveitingurinn en fyrst og fremst starfsfólk sveitarfélagsins og ég vil líka þakka bæjarfulltrúa Elmu fyrir hennar vinnu í velferðarráði sem að mér finnst að minnstakosti vera til mikillar fyrirmyndar og ýmislegt hafa gerst þar sem að ég fagna mjög mikið og finnst líka vera svona oftar sem við náum aðeins að ræða velferðarmálin. Það eru mál sem að mjakast þó sum síðan festist í einhverjum spórum en almennt þá finnst mér bara, vil ég hrósa þér fyrir störfin og ég heyri það líka nefnda fólki að fólk er ánægt með umræðurnar, viðtökurnar og svona það frelsi til þess að vera svolítið saman og greinilegt að það er mikið hjarta í þessu ráði að gera eins vel og mögulegt er í þessari þjónustu. Þannig að mér finnst það alveg þess virði að segja það upphátt. Ég fagna líka fjölskylduheimilinu og tek undir með bæjarfulltrúa Elmu að við þurfum að tryggja að það haldi áfram það verkefni, það er alveg augljóst að það er okkur mikilvægt í þessu samfélagi og kannski er það svona, það sem að mér er svona mest hugleikið er eiginlega tvennt. Það er annars vegar finnst mér eiginlega stærsta máli vera hvernig ætlar okkur sveitarfélögum og ríki að takast að vinna saman í velferðarmálum. Þetta er, mér finnst of oft við vera á gráum svæðum, mörg samvinnuverkefni þar sem við þurfum að vera samstíga og of oft sem að það svona fellur milli skips og bryggju hluti sem að er einhvern veginn ekki alveg ljóst hver á að gera hvað, hver á að borga hvað þó að viljinn sé fyrir hendi. Þannig og það er ekki eitthvað sem að Akureyrarbær einn og sér leysir en það eru mikla samvinnu og svona virðingu fyrir sveitarfélögum og hlutverki þeirra sem ég held að sé oft bara ansi vanmetið í íslenskri stjórnsýslu og umræðu hversu viðamikið hlutverk sveitarfélögin hafa meðal annars í velferðarmálum. Það er ánægilegt líka að sjá uppbyggingu á nýju heimili fyrir fatlað fólk þó það hafi tekið alltaf langa tíma að koma því í stand þá hef ég farið að skoða það og það er mér finnst það ofboðslega flott og ég vona að fólki eftir að líða þar vel. En þetta er örugglega líka ofsalega, þarna erum við auðvitað ofta að vinna með verkefni sem er oft mjög viðkvæm og persónuleg og erfið og það er ekki kannski síst þess vegna sem skiptir máli að það sé bæði verið að nálgast hlutina af nærgætni og virðingu og fagmennsku sem að mér finnst í heildina liti vera til fyrirmyndar. Það er ég líka ánægð með að hafi þessari reglum fjárhagsaðstoð hafi verið breytt. Það er eitt af þessum verkefnum sem að kannski talandi að ríki og sveitarfélög þurfa að vinna saman að og það er þessar markvissu aðgerðir gegn sárafátækt og auðvitað síðan skilgreininguna á því hvað er sárafátækt og það allt saman. En mér er mest hugleikið þar, ég hef upplifað að vera alveg svakalega blönk
eiga ekki neitt og vera, einstæð móðir og allt þetta, en þar átti ég alltaf einhverja að. Þannig ég held að ég hafi ekki upplifað sömu sárafátækt og margir aðrir sem eiga ekkert net. Og þar spurningin hvernig við sem sveitafélag og getum og hort á það hvernig við stígum inn þegar að líka netið vantar. Ég líka ánægð með samtali sem átt sér stað varðandi fólk með heilabilun og ég mjög hugsi yfir því hvað oft þannig að þegar það eitthvað samtök sem heita eitthvað Íslands, þá verða þau bara voðalega oft höfuðborgarsvæðið. Og það krefur þess oft að við þurfum einfallega að hafa sérstök landsbyggðarsamtök. Ég hvet aðstandendur heilabilara og þá mögulega í einhverju samvinnu þar að segja í leiðbeinandi samtali sem sagt já, bara þess að við styðjum hvort annað að finna leiðir til þess að auðvitað þarf að vera starfandi samtök fyrir aðstandendur og fólk með heilabilun utan höfuðborgarsvæðisins. En ég held að það mun ekki gerast nema það verði einfallega bara sérstök samtök stofnuð það. Alveg eins og við sjáum hvort sem það tengist Krabbameinsfélagi Akureyrar eða Aflinu. Það virðist einhvern veginn ekki nást almennilegur árangur fyrir að það bara ákveðið við ætlum að vera með landsbyggðarfókus í sér verkefni. Þannig að ég vona að það geti mögulega orðið og auðvitað lært af öðrum. Mér finnst tómstundastarfið, þetta allir meðverkefni, mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. Gaman líka að sjá gleðina sem að smitast, auðvitað sérstaklega í tengslum við fannst mér bæði bara tómstund og íþróttastarfi almennt en það hreyfði alveg mér þegar ólympíuleikar fatlaðs fólks var haldið eða fatlara að horfa á það hvað það svakalegur munur á þáttöku í íþróttum og tómstundum hjá fötluðum og ófötluðum og mér finnst þetta alveg frábært verkefni til þess að svona koma okkur einhver skref í rétt átt því að við þurfum öll á því að halda að vera í félagsstarfi og íþróttir eru svo frábærar fyrir okkur öll. Og gott líka að halda áfram með uppbyggingu smáhýsanna, talandi öryggisvistun, það nú enn annað sem búið að taka allt of langa tíma en einmitt, þar verðum við að eiga í þessu samtali við ríkisvaldið og í sjálfu sér eiginlega algjörlega ósættanlegt að sé ekki komin þessi rammi og umhverfi og þar alvegandi fjárveitingar til þess að sé hægt að halda áfram að gera það með þeim sóma sem ég held að Akureyrarbær hafi gert í erfiðri og krefjandi þjónustu eins og þar Ég ætla bara svona enn og aftur kannski bara að nefna það, ég hef ágjör af þessu varðandi félagslegu leiguíbúðirnar, ég held ég hafi kannski talað það einu svona eða tvisvar, en sérstaklega að við pössum þá að minnstakosti upp á það að það talað núna í húsnæðisáætlun okkar að fjölga 2 á ári, með minnir að við séum búin að selja 2 eða 3 íbúðir á síðustu 2 árum, en það er alltaf vantað svolítið gögnin fyrir okkur, bæði gott að sjá allavega leiðréttingu þá á biðlistum í dag, en það væri ósvöldlega gott að hafa, hvað voru íbúðirnar margar árið 2020, erum við raunverulega að fjölga eða erum við bara að selja og kaupa, að sjálfsögðu gott er að önnur félög geta komið á móti, en ég held að þetta þurfa að vera samstiga, en að minnstakosti ekki við séum að setja fram að við ætlum að fjölga 2 íbúðir, en það þýðir raun að við ætlum líka að selja 3 og endanum fækka það 1. Þannig að ég vildi svona nefna þetta inn í það, en já, bara var í sjálfu sér ekki svona annað en þetta, kannski að brýna líka okkur öll í bæjarstjórn til þess að standa svolítið saman þegar kemur að því pólitískt að þurfa að takast á við samtal við ríkið sem við þekkjum að getur verið flókið og kannski ekki síst þá til ykkar í velferðarráði og velferðarsviði að leiðbeina okkur hvenær og hvernig við getum gagnast sem best. Þannig að ég held að við getum mun oftar en við gerum tekið þó svo að við séum ekki sammála allt í þessari bæjarstjórn. Þá held ég að við getum oftar tekið höndum saman og unnið saman að því að koma góðum málum í gegn sem að tengist meðal annars þá samstarfi milli ríkis og sveitarfélaga. En bara hrós til ykkar, bæjarfulltrú Elma og Lína og allt ykkar starfsfólk. Ég bara bind vonir við höldum áfram að fara í rétta átt sem að ég upplifi að hafi verið gert á þessu kjörtímabili. Bæjarfulltrú Hilda Einar Gísladóttir lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrú Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, ég svona
Ég ætla að tala í gegnum ykkur bæjarfulltrúar góðir inn á Alþingi þegar ég velti fyrir mér þessum málum því að við höfum ekki að öllu leyti tekið rétta stefnu og þar okkur ekki sjálfrátt bæjarfulltrúum, heldur fylgjum við þar landslögum. Ég bendi á, svo ég hafi nú formálað þessu og setið í samband, að nú ætlum við að fara að reisa hér stúdendagarða á Akureyri og þeir verða reistir og byggðir á samkvæmt sömu hugmyndafræði og þeir hafi verið að byggja í Reykjavík. Það að draga úr prívat plásinu, auka það sem sameiginlegt. Draga úr því að menn geti haft allt í sinni íbúð, heldur að stuðla beinlínis að því að stúdentar þurfi að fara fram, elda saman, tala saman, horfa saman. Þetta á sér nokkur ára sögu í Reykjavík og þetta byggir einfaldlega á þessari staðreynd að vaxandi einsemd að hún á sér stað meðal stúdenta og meðal reyndar fólks að okkur sagt og þess vegna byggt samkvæmt þessari hugmyndafræði. Við aftur á móti, samkvæmt lagalegri skyldu, erum algjör, ég er búinn að ræða þetta áður og veit að þið eru sammála mér þetta en vildi samt vekja athygli á því að við erum beinlínis að stuðla að sérgreiningu þessara íbúa sem við erum að byggja fyrir. Við erum að byggja fullkomnar íbúðir fyrir einstaklinga sem geta ekki frekar notið þeirrar aðstöðu sem við erum að byggja fyrir. Við höfum ekki ennþá, nú tala ég til ykkar og þið ætlið að endurvarpa því inn á Alþingi að það þarf að breyta þessum lögum þannig að það sé hægt að byggja við hæfi og þarfir þeirra sem við erum að byggja yfir hverju sinni. Þannig við ætlum að stuðla að samvinnu, sameiningu og samlyndi þeirra sem ætla að búa á svona stöðum með því að draga úr þessari eða aðgreiningu. Við ættum ekki að byggja svona fullkomnar íbúðir fyrir einstaklinga sem get ekki notið þeirra og þeir á sama hátt og stúdentar að þeirra einangrun verður meiri ef við byggjum svona sem við erum að gera beinlínis af því að löggjafinn leggur okkur þá skyldu á herðar. Þannig að við ættum að beita okkur sem allar mest fyrir því að fá þessu breytt þannig að þetta byggja við hæfi þeirra sem við erum að byggja fyrir. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, lokimál sínu orðið lust. Næst tekur til báls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarfulltrúa Elmu fyrir góða yfirferð á því starfi sem unnið á velferðarsviði. Mér langar að hrósa bara starfsfólki og nefndasviði á velferðarsviði sem hefur komið frábærum verkefnum á koppinn og má þar nefna Samvinna eftir skilnað, Askja sem veitir barnafjölskyldum markvissa aðstoðin á heimilum, fótboltafélagið Múrbrjótar, Vettvalsteymi sem úrræðin Akureyrarbæjar sem styður einstaklinga með geðföllun og viðvarandi vímuefnavanda, allir með og lengi mætti telja. Allt þetta fyrirmyndarverkefni sem að margir horfa til. Ég tek undir orð bæjarfulltrúa Elmu að það nauðsynlegt að við tryggjum þjónustu við þriðja stigs þjónustu við börn og hvernig við ætlum að tengja það við fjölskylduheimili í þeirri skýrslu sem að unni með núna varðandi kostnaðarskiptingu við sambandið. Þar eru öll úrræðin á höfuðborgarsvæðinu og fjölskylduheimili okkar í rauninni ekki þar inni. Og kannski skipta skoðanir það hvort að það sé þriðja stigs þjónusta eða ekki, hvort að við séum að sinna snemmtækri íhlutun sem væri kannski þá önnur stigs þjónusta og fengur svo sem aðeins að heyra þegar við vorum að óska eftir samvinnu þetta heimili að þau eru rekin á sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við þurfum einhvern veginn að setja þetta í þær umbúðir að þetta sé eitthvað sem ríkið á að koma með okkur í og sem dæmi væri hægt að horfa á að eitt svona heimili veri byggt í hverju barnaverndar umdæmi eða eitthvað svoleiðis en að vinna með þá hugmyndafræði.
Varandi húsnæðismálin þá bara ánægilegt að sjá óhagnaðardrifnu félögin koma fullum krafti inn, Brynja og Bjarg og aðeins létta undir biðlistunum hjá okkur og þroskahjálp sömuleiðis og ég held líka og langar bara nefna að það að sveitarfélögum sé gert að gera húsnæðisáætlanir sé líka að hjálpa okkur líka í skipulagningu á húsnæði fyrir tekjulága og þessi þá farið yfir biðlistina en ég tel náttúrulega ennþá að þurfi að vinna því að einhvern veginn að sameina betur þessa biðlista, hann við séum alveg á hreinu hvernig þeir líta út. Það sem að þakka bæjarfulltrúa Jóni fyrir að koma aðeins inn á aðgreininguna og ég að mörguleyti sammála bæjarfulltrúa Jóni að mér finnst við alls ekki að setja alla í einhvern veginn í sama farið og ég veit að það áhyggjur á því til dæmis þegar fatlaðir útskrifast úr verkmenntaskólanum og þá býður þeirra að fara upp í Skógalund í mögulega 4 klukkustundir og svo það bara heim í íbúð restina af deginum. Þannig við þurfum líka að passa að þau hafi þetta sameiginlega rými til að sinna sínu félagslegu þörfum. En að lokum langar mig bara að leggja fram bókun eða einhvers konar áskorun þá bara til næstu ríkisstjórnar. Sunna Hlín Jónsdóttir og Gunnar Már Gunnarsson B-lista leggja fram eftirfarandi bókun. Það er metnaðarfullt og viðamikið starf unnið á velferðarsviði Akureybæjar. Sem dæmi þá hefur á síðustu árum orðið mikil breyting á starfi barnaverndar með tilkomu umdæmisráða barnaverndar þar sem Akureybæjar spilar stórt hlutverk. Opnun á fjölskylduheimili á grundvelli samstarfssamning Akureybæjar og mennta- og barnamálaráðuneytis á árinu er mikilvæg þáttur í þessari þjónustu og í forgangi að sú samvinna verið tryggð til frambúðar. Einnig mikilvægt að við sem kjörnu fulltrúar koma á framfæri mikilvægi þess að ný ríkisstjórn tryggi fjármagn í þreps þjónustu barna og að börnin veri áfram sett á oddinn og vinnu haldið áfram við farsæld barna. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Hvað sé? Já. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég eiginlega bara verð aðalega að koma henni upp til að þakka Hildu Jóni fyrir falleg orð. En það er búið að vera mjög gaman og hjá okkur í velferðarráðunni þó svo við tökum oft fyrir erfið mál og þau geta alveg verið mjög flókin en þá finnst mér við heilt yfir vinna vel saman og í flestum tilfellum eru við algjörlega sammála velferðarmálin. Það er ekki oft sem er einhver ágreiningur þar. En ég get algjörlega tekið undir með bæjarfulltrúa Hildu þessa samvinnu milli ríkis og sveitafélags. Sveitafélagana, þetta er svo oft sem að færa tilfinninguna hvað þetta getur verið miklu einfaldara ef það er bara hægt að tala almennilega saman. Og gott dæmi er kannski bara það sem að við báðar höfum aðeins verið involvera í þetta varandi samtali við aðstendur fólks með heilabilun. Og það finnst manni einhvern veginn ætti að vera auðveldara ef að, ég veit ekki, heilbrigðismálin, félagsþjónustan gæti talað þar betur saman eða verið meira samreikin. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig útfærslan ætti að vera og svo svíður alltaf pínu að einmitt, hvenær er komið að okkur, hvenær erum við nógu stór til þess að okkur sé sinnt líka Maður skilur kannski alveg á þessum tímapunkti að geta ekki verið nákvæmlega sama þjónusta á höfuðborgarsvæðinu, við erum það mikið færri, en ég held að það sé bara góður punktur sem að bæjarfulltrúi Hilda kom inn á áðan varðandi að stofna okkar eigin samtök og það hefur komið upp í umræðinni. En spurning hvenær það tekst, það er náttúrulega svolítið kjarna fólki í kringum það og það hefur bara, verið rætt talsvert að fara þá leið. Og varðandi félagslegar eignir, ég heldur séum á svona ákveðnum tímapunkti núna þar sem að við erum að sjá breyting á biðlistanum af ýmsum ástæðum og við þurfum bara að fylgjast vel með því næstu mánuði hvað gerist, hvort að komi mikil aukning inn aftur, hvað er þessar íbúður frá Brynja og Bjargi að fara að gera fyrir okkur og við þurfum bara að fylgjast vel með því og ég er algjörlega sammála því við megum ekki bæta við 2 ári en selja 4. Það þarf að vera einhver lína þar á milli og ég held að það hafi aðalega verið þetta.
Takk fyrir mig. Það er bæjarfulltrúi Hilda Elma Ísleifsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljós, þá sé umræðu þennan lið lokið.